þá að fara af stað upptaka og hún komin í gang og við förum yfir efni sem sagt inn á innunni. Þá hérna, ég þarf að fara yfir á hinn hópinn. Það hér, efnið þar. Þar ég með sem sagt æfingapróf 2. Þar eru ýmsar upptökur og efni undir þeim kafla, æfingapróf 2 hérna, yfirferð vélgæslukerfið fyrir próf 2017 og svo eitthvað eldra líka. Og svo hérna æfingapróf 2 frá 2015 og ég ætla að fara hérna og sýna ykkur þá allavega lausnin á því, fara yfir það með ykkur í þessum tíma. Og byrjum kannski á því bara að fara í gegnum skýrsluna, sem sagt, já, hér sem sagt fyrst dagbók til dæmis sem þið áttu að halda meðfram verkefninu, segja hvað kom upp á, hvað bilaði, hvað tengduð óvart vitlaust og svo framvegis. Og förum aðeins í gegnum þá virknina á rásinni frá upphafi að þetta vélgæslukerfi, sem sagt, þessi tengimynd 1 í rauninni fyrir allar bilanirnar, sem sagt, alla bilana inngangana. Og ef við lítum bara á yfirlitsmyndina hérna í lokin að þá sem sagt, tengimynd 1 hérna tekin 7 sinnum og svo tengimynd 2 það tengt við flautu og hverfiljós. Og síðan bara sem sagt ýmsir þættir sem að tengjast inn á tengimynd 1 eftir í hvað við erum að mæla. Hvort við erum að mæla smurþrýsting, hitastig eða mæla spennu, eða hvort að spenna á kerfi eða ekki. Svo að við vorum ýmist með hitarafaka eða við tengdum það reyndar ekki, en við tengdum upp NTC rásina, þess að við vorum að fylgjast með hitastígi með NTC mótstöðu. Og allt þetta tengdist inn á innganginn hérna sem að kemur sem viðvörunarrofi hérna. Ef allt í lagi þá tengist viðvörunarrofin hérna niður í mínus. Og ef hins vegar kemur hátt útvar aðgerðarmagnara sem tengdist hérna inn á R2 og að þá kom bilun og þá það töf á bilun, það þessi rás hérna, R1, R2, aðalega R2 af því að hann 1 megaohm og móti þéttinum hérna, C1. Þannig að tímastöðullin hérna R2 og C1 það sem að ræður mest uppleiðsluna og býr til seinkun á bilum, sem sagt tímaseinkunina. Þannig að við séum ekki að taka mark á einhverjum bara óþarfa truflunum sem að hverfa aftur og skipta engu máli. Svo að hérna, þetta hleðst upp í gegnum R1 og R2 og þá díóðin hérna bakspennt, þannig að það fer engin straumur hér inn, heldur þá hleðst þéttirinn hægt og rólega upp, hvort að það eru 5 sekúndur eða hvað, tímaseinkunin á þessu. Og þegar sem sagt, komið háttgildi, hann hækkar spennan yfir C1 og komið háttgildi á innganginn hérna, þá þetta hlið tengt upp eins og neitun, þá kemur lágt gildi út og það veldur því að við fáum base emitter spennu hérna 0,7 volt og það transistorinn opnar og kveikir á rauðljósstíðunni sem díóð 2 hérna. Og jafnframt ef að 0 hérna fyrir framan ECB, þá hár hægra megin við ECB og þá verður sama spenna á base og emitter á transistor 2, þannig að T2 lokaður og græna ljósstíðan slökkt. En síðan fáum við merki hérna frá transistor 1 inn á EC2 og innihald EC2, það var hérna, við kannski förum í það líka, hægt og rólega, eða þó, ég hætti að gera það hérna. Við fáum þegar að gefa bilunin ákveðandi merki frá transistor 1 reyndar, þetta ekki rétt hérna, að þá hérna hleðst þéttirinn C3 upp og meðan hann að hlaðast upp, þá fáum við púls hérna út úr EC2 til þess að kveikja á flautunni. Og það virkar þannig að þegar að spenna þéttisins
komin upp í sem hleðst upp gegnum R7 þéttirinn. Þegar spenna þéttisins komin upp í 1/3 af heildarspennunni hérna inn frá transistor 1. Þá fáum við ræsimerki, settmerki hérna á minnsþáttinn hérna og þá fáum við háttgildi á útganginn frá pinna 3 á tæmitum 555 IC2. Og svo heldur þéttirinn áfram að hlaðast upp og þegar spenna þéttisins orðið jafn há og 2/3 af heildarspennunni hérna, að þá fáum við resetmerki og slekkur á útganginum. Þá fer spennan hérna niður í 0 aftur. Þannig að þetta mjög stuttur púls, bara brot úr sekundu sem notað til að kveikja á flautunni. Og það hefur áhrif hérna fram í næstu tengimynd, sem sagt við fáum frá IC2, þetta punktur 3, tengir hérna út í tengimynd 2 og við sleppum þessu orðliði af því við vorum bara að nota eina tengimynd 1, fyrir gegnum C5 og hérna fer púlsinn hérna áfram í rauninni inn á innganginn á IC3A hérna og veldur því að útgangur hérna verður 0 og við það fer blikkrásin í gang hérna. Og ég með nokkrar myndir af því hvernig blikkrásin virkar og það má segja að það sé þá hér, að við byrjum á því að þegar kemur 0 hérna inn, að þá verða þessi transistorar hérna leiðandi og allavega þessi hér transistorar leiðandi og þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp með plús hérna megin. Hann var náttúrulega áður 0 hér og plús hérna megin af því að það var slökkt á rauðu ljósstíðunni hérna sem á að fara að blikka núna. Þess vegna var 5 volt út í byrjun. En þau ekki lengur hérna 5 volt, ekki lengur hár hérna, svona strikka við það hér. Og þéttirinn byrjar að hlaðast upp með plús hérna vinstra megin. Þegar góðið nægilegu plús hérna, það sem mælist hérna í gegnum R11 inn á innganginn, hérna B, að þegar kemur hár hérna, þá lokar hann fyrir þennan transistor hérna. Þannig að þá verður aftur spennan, það lokast fyrir þennan transistor hérna, þannig að þá verður aftur spennan 0. Því að það opnast fyrir þennan transistor hér, þá fer straumur hérna í gegn og fer í gegn pinna 7 niður í mínus. Þannig að þá afhleðst þéttirinn aftur hérna, C, sem var með plúsleðslu hér, umpólast og afhleðst í gegnum R10 aftur og byrja að hlaðast upp í gegnum útganginn hérna, því að þar hár. Hérna hár, af því að það 0 inn á hliðið, þá hár út. Og þá sem sagt, af því áðan þá kveikt á ljósstíðunni, þá 0 hérna í augnablik, en núna komin aftur hár, þannig að það slökkt á ljósstíðunni. Og þess vegna blikkar hún. Þá hérna byrja þéttirinn að hlaðast upp hérna og spennan lækkar aftur niður hérna, vinstra megin á C4 og það kemur aftur hérna, verður 0 hérna, næsta skipti. Það verður 0 hérna, það var hérna plús og fer aftur niður í 0 og 0 hérna, það lokar aftur þessum transistor hér og transistor hérna, efri P-rástar opnar. Það eru 1 aftur hérna og þá byrjar að hlaðast aftur upp með plús hérna. Og ef það 1 hérna, þá 0 hinum megin, hérna lengst til hægri, og það það sem að kveikir á transistornum fyrir rauðljósstíðunni sem að blikkar. Þannig virkar blikkarinn að það alltaf hleðslan á þéttinum tengist í R11 inn á B-inganginn á vinstra hliðinni hérna vinstra megin. Og þannig að það rauninni hleðsla þéttisins sem að afhleðst og hleðst hérna sem að gefur mismunandi spennu hérna inn á B-ið sem að veldur þessu blikki því að þá hliðið líka alltaf að skipta stöðu á útgangi eftir hvað spennan á innganginu. Og hérna þannig virkar blikkarinn í stuttu máli. En hérna það verður kannski ekki farið svona nákvæmlega út í þessa lýsingu eða spurningar á prófinu. Allavega spurning á prófi sem gæti komið, það sem sagt hvað ræður hraða blikksins. Sem sagt
Við vitum að þéttirinn, hann hleðst og afhleðst í gegnum R10. Hversu stór viðnáminn? Jú, og stærð þéttisins. En R11? Nei, það bara til þess að gefa mælingu á spennu þéttisins hérna inn á innganginn. Það R10 og... Bara R10 og C4 sem að ræður hraða blikksins. Ok. Og stærð R10? Já, stærð R10 og stærð C4. Bara þessi tveir íhlutir sem ráða hversu blikkið hratt. Ok, við hérna förum þá betur í það hérna, sem sagt. Getur komið spurningar bara það. Flip-flopinn hérna, hann sem sagt verður virkur, þannig að útgangur verður 0 hérna til þess að blikkrásin fer í gang, 0 hérna á mælipinna 8, sjáum það í mælingatöflunni, til þess að fá, þegar kemur bilun, þá fer blikkrásin af stað. Þegar við kvittum hérna, þá verður hins vegar útgangurinn hérna aftur hár, þá stoppar blikkið. Sem sagt, vegna þess að við gefum háttgildi hérna inn á innganginn og þessi útgangur verður lágur. Og af því að 0 og 0 hérna, já, þessi fór aftur inn í 0, og þá 0 út venjulegu orðhlið sem breytist í háan eftir neitunina. Þannig að þessi verður hár og helst í þeirri stöðu af því að þetta minnisþáttur. Hann man þessa stöðu. Ok. Svo að við erum bara fara bara gróflega í gegnum þessa virkni. Og þetta var díóðan sem að ég sagði væri að blikka. Hún hérna sem sagt hægra megin tengd við blikkaran. Þegar 0 volt spenna hérna út D, EC3D, að þá kemur base straumurinn hérna niður og lágtgildi hérna 0,7 volt spenna hér og þá leiðir transistorinn og ljóstíðan lýsir og síðan hann alltaf að skipta yfir í hátt líka og þá slokknar á ljóstíðanni. Þannig að þessi D4 þessi blikkdíðan. Ok, förum þá aðeins í spurningar. Hvaða mögulega spurningar gætu komið? Hvaða rás þetta? Hvaða hlutverk hefur þessi rás í velgjörðskerfinu? Og hvernig vinnur hún? Hér segir D2 já, ef við skoðum hérna tengimitt 1, hérna D2, hvað erum við að gera með þessi hlið þarna? Já, þetta minnisrás, þetta minnisþáttur, flip-flop, minnisþáttur fyrir bilunina, þetta minni á bilun. Svo að hérna við fáum, kannski þetta fyrsta hliðið og við fáum merki frá því inn á minnisþáttinn. Ef að verður sem sagt lágtgildi hérna, það lár sem að skiptir þessum minnisþætti af því að þetta NAND minnisþáttur. Og ef að kemur lágtgildi hér, þá verður hár hérna út á 10, en af því að hár hérna, og við fáum líka í gegnum viðnáminn, háan inn á innganginn, hár á 12 og 13, að þá 0 út eftir neitunina. Því að andhlið í grunnhlið, gefur háan út, hérna fyrir innan, þegar að báðir inngangur háir, og eftir neitunina breytist háttgildi í lágtgildi, 0 hérna. Það akkúrat það sem þessi ljóstíða þarf að hafa til þess að transistorin leiði, við þurfum 0 hérna megin og þá fáum við 0,78 spennu yfir milli base og emitter og frá yfir þetta base viðnám hérna R3, þá myndast restin af spennugjafspennunni, 5 volt mínus 0,7 volt eða 4,3 volt verða þá yfir R3. Og þá verða spennufalli 2 volt yfir díóð 2 hérna og restin það bil yfir R5, tæplega 3 volt. Já, kannski eitthvað 0,1 volt að spennufall yfir transistorinn. Hvernig virkar það með að fá 4,3 volt yfir R3?
Það þegar að hann lokaður eða hvað? Nei, þegar að transistorinn opinn. Það 4,3 volt yfir R3. Þá 0,7 volt að spennufall hérna, milli base og emitter, opna transistorinn. 2 volt yfir D2. Já. Það ekki að sama tíma þá? Jú, á sama tíma 4,3 volt yfir R3, 0,7 volt yfir base emitter spenna hérna og ljóstíðan lýsir. 2 volt og 3 volt og fyrir ás. Já, 2 volt emitt yfir ljóstíðana og 3 volt yfir R5, tæplega. Því að transistorinn þarf forspennu. Hann þarf 0,7 volt spennufall milli emitter og base. Af því þetta PNP transistor þá emitterinn tengdur upp í plus og hann þarf 0,7 volt lægri spennu hérna inn á base. Heldur hann á emitter. Þá opnar hann fyrir og restin af spennufallinu, 5 volt spennugjafans, fellur yfir R3 því að svo eru transistorar inn í þessum útgangi hérna, pinna 11, sem tengjast við pinna 7 á IC-rásinni sem tengist niður í mínus, skiljið. Þess vegna fáum við mínus hérna á neðri endan hérna á R3. Það bara 0 volt spenna. Og þá leiðir transistorinn. Hann þarf að fá 0 volt hérna inn á viðnámið til þess að leiða. Alveg öfugt við hérna NPN. Ok, þannig að þetta minni á bilun. Til þess að hérna ljóstíðan D2, rauða ljóstíðan, hún slokni, þá verðum við að kvitta. Við verðum að setja 0 af því það lágt gildi sem að skiptir NAND minnistætti. Þess vegna kvittunin hérna niður í 0, mínus. 0 volt spennugjafans. Og þá fáum við, í staðins að vera með háttgildi hérna venjulega, hérna hvíldarstaða sem sagt er háttgildi, þannig að venjulega hár hérna inn á. Og hérna þegar við fáum aftur 0 hérna inn á, að þá verður útgangurinn hérna hár. Við verðum 0 inn á 13 og fáum háan út. Og þá verður sama spennufall á base og emitter og transistorinn lokar. Engin spennumunur, engin forspenna. Þannig að transistorinn lokar. 5 volt, pinna 11, 5 volt, base, 5 volt, emitter, transistorinn lokaður. Og 0 straumir hérna í gegn og engin spenna á ljóstíðunni, ekkert spennufall yfir R5. Þannig er þetta svona fræðilega síðan. Það er eitthvað smá leikustöðum. Ok, þá hérna sem sagt, já, svarið stuttasvarið þetta er minnsásið bilun, virkar þannig að lágt gildi inn á pinna 8 er settmerki sem gefur okkur lágt gildi út á pinna 11, svo að D2 lýsir, transistor leiðandi sem sagt, og staðan helst þannig þangað til að við kvittum og þannig að 0 volt spenna fyrir inn á inngang 13 og endurstöður minnistáttinn, þannig að pinni 11 verður hár aftur, þannig að D2 sloknar. Það er stuttasvarið. Ljómaði. Síðan er hérna spurt aftur spennufall sem við erum að finna út frá mælingatöflu. Þetta er bara það sama sem við höfum verið að skoða. Þetta er bara aðeins öðruvísi hérna, spennur vegna þess að við erum að taka nákvæma mælingar sem sagt á þessu og við eigum að nota upplýsingar í mælingatöflunni til að finna spennuna yfir R4 þegar að D3 lýsir. Það er bara hitt base viðnámið sem við eigum að skoða, R4. Þegar að D3 lýsir þetta græna ljóstíðan. Já. Ok. Þá tekur fyrir og eftir. Já, bara hvað er ég að mæla? Öll mælingataflan er mælt frá mínus á spennugjafann. Þannig að ég er að mæla spennuna í punkti 3 og í punkti 4. Já, frá punkti 3 yfir mínus og punkti 4 yfir mínus. Yfir mínus, já. Og þá sjáum við sem sagt hérna að punktur 4 er 4,44 volt. Við skoðum það í mælingatöflunni, punktur 4 er 4,44 volt.
Punktur 3, þið fáið þessa töflu með ef að verður svona spurning. Þá kemur þessi tafla með og í punkti 3 er 0,02 volt. Þá er þetta bara spennumunurinn á milli, það er bara spennan hér í 4 mínus spenna í punkti 3. Það er bara spennufallið yfir R4. Það er einfalt. Bara spenna mælt sitt hvort megin við viðnámið og mismunurinn á mælingunum gefur niðurstöðuna. Þannig að það er þá 4,42 volt sem að fellur yfir R4. En nóg að sýna bara útreikning? Já. Eða bara svarið, allt í lagi. Ja, þetta rökstuddu svarið með texta og útreikningi hef ég sagt hérna bara til þess að hérna menn væri ekki bara giska, skiljið. Ég hætti að vera bara að segja mínus að punkt 4 frá punkt 3. Já, og síðan bara setja svarið 4,42. Já, það væri nóg. Ok. Já, spennufallið yfir R3 á R4. R4 sko. R4. Já. Við þurfum að hafa leikhúskíki til þess að sjá þetta almennilega. Ég get stækkað að sjá þetta eitthvað betur svona. Það er þá, við vitum að það er 4,3 þarna í 4. Já, 4,44 í punkti 4 og 0,02 volt spennufall frá þessu og yfir transistorinn til jarðar. Það er bara spennan í punkti 3 og spennan í punkti 4. Það er þetta gefið? Já. Það er gefið í þessari töflu hérna, mælingatöflunni. Mælingapunktur 3 og mælingapunktur 4. Þannig var þetta hugsað, þessi spurning. Að við færuðu í mælingatöfluna sem er bara hérna rétt fyrir neðan. Svarið, það er bara komið hérna á milli þess að fluttist það yfir á næstu blaðsíðu hjá mér. En þetta verður á sömu blaðsíðu alveg bara mælingatöflan hérna rétt undir myndin ef að kemur svona spurning sem ég veit ekkert Og þannig að ég hef ekki hugmynd. Það verður að koma ljós þegar eftir í hvaða skapi ég verð. Og hérna, þá er það næsta mál. Hér er spurt hérna, hvernig lýsa sér í virkni rásarinnar ef díóða D1 er tengt öfugt á tengimitt 1? Og að rökstyðja svarið. Hugsiði þetta aðeins, hérna. Ef að díóðan væri öfugt tengt. Það var bakstæð. Það myndi fara í gegnum hana. Já, uppleysla. Uppleysla fara í gegnum hana. Og afleysla það í gegnum R2. Kæmist hún eitthvað? Já, þetta er ekki R2 nema sem vorst og Er það R2 spillanlegt yfir? Nei, þetta er bara mjög stórt núna. Það var ekki Það er ekki þessu. Ég spurði mig á Já. Það er hérna. Ef að við hérna erum með díóðana öfugtengda, þá lendum við því að það var aldrei töf á bilun. Hins vegar þurftum við að bíða eftir því að grænljósi kemi aftur, tengdu viðvörunarrofin. Já, því að þá fór afhleðslustraumur þéttisins í gegnum R2. En ok, tökum fleiri möguleika. Ef að D1 væri kannski bara slitinn í sundur, hvað gerist þá? Ef hann væri ekki til staðar. Ekki bara það saman? Nei. Já, það er sami tími á uppleiðslu og afleiðslu. Kannski örlítið styttri tími af því að R1 er ekki þá líka inn í rásinni. Örlítið lengri uppleiðslutími, sem sagt, töfabilin væri bara alveg eins. En afleiðslutíminn væri þá mjög svipaður, aðeins styttri. Vegna þess að þá er R1 ekki inn í þeirri rás. En þá þurftum við að bíða smávegis eftir að grænljósi kæmi aftur. Það komið eina svona kannski fyrir einhverja spurningi. Þetta virkar hleðsla og afleysla þetta. Það verður að vera alltaf sömu megin. Þegar hliður innan, þá hliður hann alltaf af sig í sömu átt. Þetta er hugsað þannig. Já, því að þetta eru bara 2 plötur. Og þetta er kannski raflausnaþéttir eða eitthvað slíkt og við fáum bara að myndast rafhleðslur sem eru á sitt hvori plötunni og hérna jákvæða
hleðslur öðrum megin og neikvæðar hleðslur rafeindir öðrum megin og jákvæðar hleðslur hinum megin. Þannig að hann hleðst upp hann og síðan skilar hann frá sér hleðslunni þegar að við tengjum aftur afhleðslu leiðina hérna fyrir hann. Þannig að það fer engin straumur í gegnum þétti, jafnstraumur í gegnum þétti vegna þess að hann í rauninni einangraður. Hann væri þá bara að verða ónýtur eða bara bilaður ef að straumur fær í gegnum hann. Þetta lítur þetta út eins og í sérásinni þarna sem voru með bíli sem var búin að sleppa þess að þeir í klipprásinni. Það þéttið á rásinni sem eins og straumur fær í gegnum. Það bara, við fáum bara púls í gegnum þann þétti að býtum við, ég ætla að fara yfir í hitt skjalið því að þar ég með þéttirinn þar, þéttirinn þar, það var hérna. Þetta rauninni við erum bara að fá merki hérna yfir. Þess að það verður, þegar við fáum hátt gildi hérna, mjög stuttan púls hérna inn á þennan þétti, þá hann í byrjun bara óhlaðinn. Það sama, það kemur í rauninni, við sjáum bara sama púls sitt hvoru megin á honum. Þetta gerist mjög hratt. Þannig að hérna við fáum sömu spennuhækkun hérna hægra megin eins og kemur inn á vinstra megin í fyrsta augnablikinu. Það er svona boðmerki. Já. Það engin straumur að fara það. Það verður engin straumur sem að hleður hann alveg í fyrsta augnablikinu. Hann hleðst bara upp þá í gegnum R14. En þetta gerist það hratt að við erum bara rauninni að fá bara spennuna bara beint hérna, púlsinn hérna beint inn gegnum þá R15 líka inn á innganginn á ísírásinni. Það kemur þáttmerki frá orðliðinu og þá kemur neikvæða þetta á móti frá ekki gegn R14. Já, sem sagt að þessi hérna rás, hún í rauninni gerir mjög svipað bara eins og það að búa til stuttan púls úr ákveðandi merki, myndi gera það. Hún virkar á svipaðan hátt. Þannig að þéttirinn hann hleðst upp í gegnum R14. Ef við bara lítum aðeins á þá rás, sjá, þetta var undir í verkefni 1, þar vorum við með þessa rás útskýrða. Við erum með það hérna. Það var þessi hér. Við erum að leyfa henni að hlaðast niður, tekur smá tíma. Aðeins þess að útskýra það stutt. Í rauninni þá gerir þessi þéttir bara hann er að taka við alls konar púlsum frá öllum mögulegum inngangum, en í okkar tilfelli þá erum við að sleppa þessu orðliði vegna þess að við erum bara með eina tengimitt 1, ekki margar. Og við skulum sjá hlutverk hérna þetta. Að hérna sjáum við hvernig þetta gerist, að það byrjar að koma strax spenna á R14. Leið og púlsinn kemur hérna inn, þá verður, þetta er mjög stutt tímabil hérna. Þessi með spennan hérna hleðst upp hérna og síðan afhleðst hann í gegnum díón D5 og að þegar við fáum púlsinn inn á, þá í rauninni, þá kemur hann hérna strax í gegnum C5 og í gegnum R15 og inn á innganginn hérna. Bara svo hann sé ekki í langan tíma hérna inni, svo það sé ennþá fljótari að fá annan púls hérna inn, að þá þessi rás höfð líka hérna megin. Og hérna það hreinsar alveg þá líka hleðsluna á þéttinum aftur mjög fljótlega.
Þetta gerist á mjög stuttum tíma, þannig að við erum tilbúin til að taka við öðrum púlsi eins fljótt eins og hægt frá einhverju annarri bilun, skilji. Þannig að þessi rás virkar í rauninni að breyta ákveðlandi merki í stuttan púls líka. En hún virkar í rauninni þannig að þegar kemur púlsinni hérna inn, þá hleðst samt þéttirinn eitthvað aðeins upp, spenna C5 og þá minnkar spennan yfir R14 í staðinn vegna þess að skiptist spennufallið milli C5 og R14. Svo þegar að spennan vinstra megin við þéttin fer aftur niður í 0, af því að púlsinn fer aftur niður í 0 náttúrulega, að þá fer afhleðslan í gegnum sem sagt yfir og þá afhleðst þéttin í gegnum D5 vegna þess að þá verður þessi punktur neikvæðari heldur en staðurinn vinstra megin. Þá er 0 volt aftur. Það kemur 5 volt inn og sem verður aftur 0 volt. Og af því að þéttirinn hlaðinn upp og af því að það plúshleðsla vinstra megin, þá verður mínus á þéttinum Og þess vegna verður í rauninni 0 voltin, þau verða með jákvæðri hleðslu gagnvart þéttinum, jákvæðri spennu jákvæðri spennu, sem að fer í gegnum D5 og R15 til þess að afhlaða þéttin. Svolítið flókið að hugsa sér þetta, en af því að vinstri hlið þéttisins verður aftur 0 volt. Þannig að þá eru 0 voltin hærri spenna heldur en tengingin milli R14, R15 og C5. Þess að hægri hlið C5 komið með neikvæðri spennu heldur en 0 voltin. Það sem flýtir fyrir afhleðslu? Já, það bara afhleðst. Já, það flýtir í rauninni, þetta afhleðst þá í rauninni í gegnum, já, sem sagt, R14, hann hleðst upp í gegnum R14 og fer þá líka í gegnum D5, sem sagt afhleðslan. Já, maður má segja það sko, já, en í gegnum R15 líka. Já, ég myndi halda það væri virknin sem að hún myndi gefa okkur. Þannig að þetta í rauninni gefur okkur bara þá að það verður stuttur púls inn á og verður ekki ákveðjandi púls inn á innganginn. Það er aðalmálið. Og sem sagt að þéttirinn afhleðst í gegnum C5 afhleðst í gegnum mótstöðuna R15 í gegnum díóna D5. Ok, sem sagt, þá skulum við halda áfram með prófið, sjá hvað er hér meira spurt Ok, hér ef að útgangurinn á IC1B, ef að annan inngangur NAND hliðsins væri tengdur í 0 volt, það væri ekki samtengd á milli hliðana, heldur ef að annar inngangur væri tengdur í jarðar á myndinni, hvaða áhrif hefði það á útganginn á IC1B? Eins og við sjáum þá er útgangurinn, inngangurinn tengdur í 0-ið, það er eitthvað gerst, það er losnað sambandi á milli og þetta er einhver bilun. Hvaða áhrif hefur þessi bilun á útganginn? Ef þið rifið upp NAND hliðið, hvernig það virkar, að ef það er einhvers staðar 0 á inngangi, þá er útgangurinn hár. Við farið í töflu fyrir NAND hlið. Við höfum það eins og til dæmis staðar, fljótlega. Er fyrir NAND hlið. Sjáðu, ef einhvers staðar 0 en á inngang, þá er útgangurinn hár. 0 á A eða B, þá er útgangurinn hár. Ok, þá getum við séð það að þá væri útgangurinn fastur í háu gildi ef að þetta myndi koma upp, ef að annar inngangurinn væri tengdur í mínus.
þá, hvað myndi gerast með grænljósstíðuna? Þá væri alltaf slökkt á henni, það kæmi aldrei grænt á, já, því að háttgildi. Já, engin spennumunur hérna, milli base og emitter, þannig að það verður slökkt, transistorinn verður alltaf lokaður. Ok. Skoðum aðra möguleika, ef að þessi inngangur væri hérna ótengdur, hvað myndi þá gerast? Og er fljótandi? Ef annar inngangurinn hefði losnað frá, og væri fljótandi, hvað myndi vera að gerast hérna á útgangi? Hvað myndi þá vera staðan með ljósstíðana? Ekki alveg sama því að þá er útgangurinn hérna hann er einhvers staðar í 2,5 voltum. Hann er hálf opinn. Og þetta er mjög slæmt að AC-rásinn hitnar og af því að það verður svolítið straumur innbyrðis milli transistornum sem tengist upp í pluss og transistornum sem tengist niður í mínus. Því að ef það er fljótandi inngangur, þess vegna má aldrei skilja eftir ótengda innganga. Þess vegna verður að tengja innganga í annarkvort í 0 volt eða í pluss 5 volt. Myndi þú tengt? Spennukerfi. Þetta brenna yfir? Já, AC-rásinn skemmist á endana. En þá í rauninni þá myndi maður halda að það væri svona smá týra á grænljósinu. Og kannski flöktandi, eitthvað smá flöktandi. Gerist ekkert að þú ert bara meðal tengdan í jörð? Ef það er tengt í jörð, þá er bara alveg fast háttgildi út á útganginum hérna og þá er pottþétt slökkt á D3. Það er betra ástand í rauninni fyrir AC-rásina. Þá hitnar hún ekki. Þá er þá allavega tengt í spennugjafa spennu, sem er mikilvægt. Þá eru transistorarnir alveg þá í lokaðri eða opinni stöðu og þá er allt í góðu lagi inn í hliðinu. Þannig að þá erum við, held ég, búnir að fara í... Já, heyrði, einn möguleiki eftir. Ef að inngangurinn hérna er ekki tengdur í mínus, ekki laus, semst ekki fljótandi, heldur ef hann er tengdur í plussvoltaspennu, óvart, ef hann hefur tengst í plussvoltaspennu. Hvað gerist þá? Skoðum aðeins hérna. það er báðir háir, þá lítur að vera 0 á... Já, ef hann væri fasttengdur í háttgildi, hvað gerist þá? Þá ræður hinn merkning. Akkúrat, þá ræður hinn hvort það er hátt eða lágt gildi. Hvað sést það á... Í sannleikatöflunni, það er til dæmis hérna, ef að A-ið að væri í hágildi, að þá fer það eftir hvað er staðan á B. Ef að B er 0, þá er hár út. Ef B er hár, þá er 0 út. Þannig að það er allt í fína lagi. Það myndi virka alveg nákvæmlega eins. Því að þetta var einmitt líka það sem við gerðum þegar við vorum að læra rökkrásir fyrir áfanga. Já. En einn spurning, ef A væri leystur út? Er það meina fljótandi tengdur í mínus eða? Já, bara að hann væri óvart tengdur í, þú veist, að hann myndi snúa þessi daginn sem hann vorst að koma með núna. Já. Við. Já. Hvernig myndum að, þú veist, myndi hann þá að ráða það líka? Já. Ef hann er 0 eða 1. Já, alveg sama. Ok, prófið. Já. Já. Þetta er rauninni bara að þið vitið hvernig hliðið virkar. Allt í lagi. Þetta var aðeins varðandi það. Síðan gerum við ljóstengi. Við vorum með 2 gerðir af ljóstengjum. Við vorum með ljóstengi með transistor. Þá vorum við að fylgjast með 230 volta spennu og hlutverk ljóstengisins er að einangra spennukerfi en að senda merki yfir. Senda merki á milli spennukerfa en einangra spennukerfi frá hverju öðru. Einangra spennukerfi með einhverju hárri spennu til dæmis
frá stýrirásinni sem með einhverja lága spennu. Það er hlutverk ljóstengisins. Ljóstengi, það er fullt af þessu ljóstengjum til dæmis í iðtölvum. Alveg haugur af þeim. Allir inngangar og útgangar eru tengdir í gegn með ljóstengjum. Optokoplur. Mikið notað. Það kemur bara merki Ef ljóstíðan lýsir, þá kemur merki í gegn. Þannig að segja bara stýrirásin hvort það sé spenna, 230 volta spenna. Já, 230 volta spenna eða ekki, það sem við vorum að gera í okkar tilfelli. Og þegar ljóstíðan lýsir, þá lýsir hún hérna ljósnæman flöt á base á transistornum og þannig að þá leiðir hann transistorinn milli kollektor og emitter og í rauninni tengir hérna viðvörunarrofann niður í mínus. Ég held að við séum með hérna, eins og við tengdum þetta upp, þá var einhvers staðar, hvaða vorum við ekki með, já þetta var prófið já, ljóstengið var hérna, Svo þegar hann lýsir, þá 230 volt á kerfinu. Já. Og þá leiðir transistorinn. Eða leiðir hann ekki. Þegar hann lýsir, þá leiðir transistorinn. Ef við skoðum þetta hérna, býta nú við, ég held ég hafi verið með þetta einhvers staðar mynd af þessu, það sem að allt saman, það þessi mynd hérna, sjáu þið. Hér 230 voltinn inn, hérna, gegnum afreiðstíðu, anfangsmótstöðu og ljóstíðana. Þegar spennan á, þá lýsir ljóstíðan á baseinn, transistornum og hann tengir viðvörunarrofan, þar sem hann tengjast hérna inn á R2 og R1 hérna, milli þessa og tengir hérna frá 5 og milli kollektor og emitter. Emitter tengist í fjarkan niður í mínus á spennugjafanum. Þannig að þá tengjum við viðvörunarrofan. Þá rauninni transistorinn orðinn viðvörunarrofinn. Transistorinn viðvörunarrofinn í þessu tilfelli. Þannig getum við notað ljóstengið. Mjög algengt að þetta sé tengt svona. þar sem við fáum alls konar merki inn. Ok, þetta var þetta ljóstengi. Við ættum kannski að skoða hitt ljóstengið bara í leiðinni af því að við erum með það einhvers staðar hérna líka. Hér er teikning af því hvernig við getum síðan tekið merki frá 5 volta kerfinu, frá stýrirásinni og senda út á 230 volta kerfi. Hérna höfum við dæmi það. Þá erum við með transistor hérna, transistor sem að höfum í stýrirásinni hjá okkur og hérna þegar útgangurinn hérna verður lágur þegar blikkarásin fór í gang að þá jafnframt hleypir hann straumi, transistorinn hérna þessi T4 straumi í gegnum ljóstíðana hérna 220 ohma mótstað í raftengingu. Þannig að þetta er alveg sömu stærðirnar og við höfum verið að nota alls staðar hérna til dæmis eins og hérna í base-rásunum og kollektorviðnámið alltaf 220 ohm, base viðnámið alltaf 47 kilo ohm. Það er sama á hérna og hérna höfum við þegar að flautan á að fara í gang að þá fer straumur í gegnum transistorinn og ljóstíðan lýsir á ljósanæman flöt hérna á gate á træknum. Þetta er litli trækin inn í ljóstenginu. Þetta leiðir riðstraum í gegnum sig og inn á gate á stóra træknum. Og þá erum við með álægi hérna, þá er það flauta á hverfljós sem að fara í gang þegar við fáum lýsir hérna ljóstengið, þegar transistorinn leiðir. Þá fáum við flautin í gang. Og þegar það er kvitta hérna, þá slökkum við á flautunni hér. Þegar með þessu minnistætti hérna. Og slökkum við á blikkinu í leiðinni. Því að þá verður aftur hár útgangurinn hérna. Þetta er seinni minnisátturinn okkar? Já. Þetta er við blikkrásina. Akkúrat.
einhverja spurningar varðandi þetta. Hérna erum við að einangra 5 volta spennukerfi stýrirásarinnar frá 230 volta út. Spennukerfi, það sem við erum að tengja út á ljós, eða við getum þess vegna líka tengt út á segulrofa eða hvað sem sko. Eitthvað álag, eitthvað sem þarf 230 volt. Akkurat, þetta aðferð. Og þá næsta spurning, höldum við áfram með þetta. Þá er það aftur hérna blikkrásin. Og hér innihald blikkarans og það bara verið að spyrja hérna hvaða íhlutir ráða tíðni eða hraða blikksins. Við svöruðum þessu áðan og það bara R10 og C4. Stærðin á R10 viðnámið, stærðin á viðnáminu og stærð þéttisins. Það bara þessi 2 íhlutir, R10 og C4. Raða, uppleiðsla og afleiðsla á þessum 2 íhlutum. Þessari rás. Ok, það var bara það og hérna svo næsta spurning hérna að reikna út, þá kemur hérna rásinn með NTC mótstöðinni og aðgerðarmagnaranum og við erum að setja inn gildin, reikna gildin sem vantar í töfluna hérna. Þegar spennan út á pinna 6 í hágildi, þá skal munurinn á milli spennunar U2 og U3 vera 0,1 volt. Þannig að það setjum við bara 0,1 volt hærra hérna á spennu U3 og þegar sérst bilun. Hérna eins og við sjáum hérna í mælingatöflunni, þegar við reiknum þetta út, þá setjum við 0,1 volti hærra á spennu U3. Spennu U2 reiknast 3,1 volt, þá það sett náttúrulega báða staðina hérna því að það breytist ekki neitt. 17 kΩ mótstaðan, hún var eiginlega stillanleg í æfingunni hjá okkur og þetta var föst mótstaða á móti. Og ég búinn að vera að rugla í stærðunum á viðnámunum hérna, þannig að þið fáið örugglega einhverjar aðrar stærðir í þessu, en hérna sjáum við bara aðferðina við þetta. Þetta bara nota ohmslögmálið, finna heildarstrauminn hérna í gegnum viðkomandi rás. Við gerum ekki ráð fyrir neinum straumi hérna inn á inngangana, heldur við reiknum bara heildarviðnámið, tökum spennuna og deilum með heildarstærð mótstöðunar, fáum á straumi hérna niður og notum þann straum, margföldum sinnum 17 kΩ mótstöðan, þá fáum við spennuna hérna yfir 17 kΩ viðnámið sem spennan U2, eða spennan inn á inngang 2 hérna. Og það 3,1 volt hérna. Og þá athugað hvað spennan þegar NTC viðnámið kalt, þá sjáum við mælinguna á því þegar kalt, það 15 kΩ og fasta mótstaðan á móti NTC mótstöðin 14,7 kΩ. Svo að við gerum alveg það sama, við leggjum saman viðnámin hérna og finnum strauminn og síðan margföldum við strauminn sinnum 14 kΩ mótstaðan. Og þá fáum við spennufallið þegar NTC kalt, það 2,4 volt og setjum það hérna inn í spennuna á U3. Síðan þá vegna þess að þegar komið bilun, þá spennan á þristinum þarf að vera 0,1 volti hærri en spennan á tvistinum. Þannig að þá það 3,1 volt pluss 0,1 volt eða 3,2 volt. Þá komið bilun. Og þá verður útgangurinn hár. Og þá ná bara að skrifa 3,2 volt hérna. Við þurfum ekki að reikna neitt út. Það bara setja það upp hérna. Og þá getum við reiknað okkur tilbaka og fundið út hvað viðnámið í NTC mótstöðinni. Já, restin af spennufallinu 5 volt mínus 3,2 volt.
það spennan yfir NTC mótstöðuna. Ætli það sé sýnt hérna. 3,2 volt, já, hérna, já. Og svo þá hérna þurfum við að reikna út viðnámið og ef það 3,2 volt hérna að þá reiknum út strauminn sem í gegnum 14 kΩ mótstöðinni, það sami straumur og fer í gegnum NTC mótstöðina, finnum við þennan straum og reiknum þá út stærð viðnámsins, RNTC. Og sem sagt að spennan yfir 14 kΩ mótstöðina 3,2 volt, deilum með 14 kΩ, fáum strauminn, þetta straumurinn sem fer hérna í gegn. Notum þann straum til þess að reikna viðnámið í NTC. Það sem sagt spennan yfir NTC 5 volt mínus spennufallið yfir 14 kΩ mótstöðina. Og þá gerum við það hér og fáum út að NTC mótstöðan þegar hún heit, þegar þessi staða þá viðnámið í henni 7,87 kilo. Ok. Já, ég aðeins að skrifa þetta upp. Já, taka mynd af þessu eða þið eigið að fá upptökunni þegar ég búin að senda hana inn á YouTube. En þannig að þegar maður skrifa niður, þá lærir maður alltaf eitthvað smávegis bara við það að skrifa niður, að ekki tekið eftir því. Maður lærir minna á því þegar maður tekur bara mynd af því og hugsaði ekkert meira það. Það hjálpar til við námið að skrifa svona hluti niður og svo jafnframt að reikna þetta út. Eftir á þessu. 10 það bara viðnámið heiltar eða? 17 plus 10. Já. 17 plus 10. Af hverju tekur ekki 14 kilo að segja? Það spetta þessu upp. Sko, hérna fyrri rásin hérna bara raðtengt, þá bara 10 kilo og 17 kilo, þá heildar viðnámi hér. Þess vegna við bara að reikna strauminn hérna niður, fyrst. Síðan tekur rásnum 15 plus 14. Já, inn á pinna 3, já. Akkurat. Ok. Eru þið búin að... Já, þið gerðu þetta í rannsókn fyrir hlutanum. Já. Þið bara æfið ykkur á þessu. Þetta próf hérna inni, undir efni. Lausnin bara beint fyrir næsta lína fyrir neðan, undir efninu. Þannig að endilega æfið ykkur á því að reikna þetta. Þetta bara þá líkillinn. Já, spennandi. Og þetta gengur þeim betur eftir því sem voru duglegri við að reikna 8. kaflann í rammasvæði 100. Eða, já, rammasvæði. Já, það stóð. Tökum við þetta prófa í tölvum eða?
Já, eftir að ákveða endanlega. Ef við tökum að pappír hérna í skólanum, þá gerum við það bara þannig. En sem sagt, það kemur í ljós. Og ég held að flestir séu lausir þannig séu ekki að fara neitt út á land eða út á sjó, þannig að flestir geta mætt á staðinn til að taka prófið. Það eiginlega skásta. Ég reyndar að fara út á land. Helvítis hálfviti. Það segir maður sem að vera út á landi. Síðan sem sagt er spurning hér bara almennt, þannig að þið myndir lýsa sem sagt því sem að gerast í rásinni, lýsa því sem gerist í rásinni á tengimynd 1 í stuttu máli þegar viðvörunarinn rýfur saman frá núli, sem sagt taka sem sagt hlutverk í hlutina hérna, flestra svona megin í hlutana. Og hér væri hægt að segja sem sagt að þegar viðvörunarrófinn rýfur og hættir straumur að fara til jarðar í gegnum viðvörunarrófinn sem sagt, þá í rauninni R1 ekki lengur sem sagt eingöngu tengt hérna niður í mínus, heldur þá fáil upplesu straum í gegnum R1 og R2 fyrir þéttin. Og hleður upp þéttin C1 í gegnum R2. R2 fellur sem sagt fellir spennuna og ákvarða það með tíman þegar það er 1 megóm, það er miklu stærra heldur en R1 ásamt stærð þéttisins sem það tekur þéttin að hlaðast sem sagt. Þetta nefnist 2 bilun, útgangur IC1A verður með lágt gildi eftir að þéttin er búin að hlaðast upp og T1 leiðir og D2 lýsir og útgangur IC1B verður með hátt gildi og þess vegna slokknar á grænljóstíðinni. T2 lokast og D3 hættir að lýsa og IC2 breytir stöðugu háu gildi frá T1 í stuttan púls á útgangi 3. Þetta er svona stutt lýsing á því sem að gerist í þessari tengimynd. Þannig að þetta er svona, gæti komið einhvern veginn svona spurning, bara þannig að þið lýsið hvað svona almennt leið merkisins eða hvað gerist í rásinni. Og hér sem líka lýstu því sem gerist í rásinni þegar að viðvörunarrófinn rýfur, þá fáum við hérna púls. Það þarf ekkert að gera það alveg nákvæma lýsingu til dæmis á R14, R15 og D5. Það er bara við fáum púls hérna í gegn inn á inngang á IC3A sem sagt. Að þegar að viðvörunarrófinn rýfur þá fær C5 púls frá IC2 sem berst inn á IC3A. Það er raunin það sem hann flyst hérna alveg inn á innganginn og IC3A. Og þetta er minnistátturinn og hann breytir stöðuna, minnistátturinn, breytir útganginum í lágt gildi hérna og segist að lágt gildi fer inn á IC3C svo að blikkarásin fer í gang og D4 blikkar. Þetta er svona stutt lýsing á því sem að gerist í rásin þegar að viðvörunarrófinn rýfur. Akkurat. Sem sagt, og þá eru bara hérna tengimyndirnar óbreyttar hérna og síðan kemur bara íhlutalisti og formúlur hérna aftast í prófinu. Þannig að þetta verður eitthvað í þessum dúr sem þið fáið, prófverkefni og upplýsingar, teikningar, upplýsingar íhluti og formúlur hérna í lokin. Og hérna, og kannski gæti orðið spurning mögnun aðgerðamagnans, þannig að það sem við vorum með í lið 5, sem að voru með mögnun á spennumerki frá hitarafaka.
gæti verið eitthvað svoleiðis þess vegna. Já, ég ætla að fara hérna yfir í þetta hér, já, það passar. Og hérna var sem sagt, það var þessi rás hérna, að þessi mögnunarrás hérna, hún magnaði upp spennuna inn og hún snýr merkinu við, mínusinnggangurinn fær hérna neikvæða spennu hérna, þannig við fáum plussspennu út. Þannig að hérna gæti verið spenna á bilinu 10 til 30 millivolt til dæmis og þá magnar hún upp þessa spennu inn og þá væri þessi formúla hérna notuð út þá sama sem það mínus hérna R2 deilt með R1 hlutfallið milli stærða og R2 og R1 sinnum inn sem í þessu tilfelli hjá okkur mínus af því að þá mínus sinnum mínus þá gerir það pluss spennu út. Þannig að þið þurfa ekki að ágjöra að fá einhverja mínusspennu út vegna þess að merkið inn mínus. Af því að sjáu að spennugjafinn snýr öfugt. Þetta hitarafakinn. Það mínus hérna ofanverðu, pluss að neðanverðu á hitaravakanum. Plussin tengist hérna í nullið á þessum spennugjafa hér, 5 V spennugjafanum. Þannig að hann gefur mínusspennu inn á aðgerðarmagnarann og hlutfallið milli R2 og R1 mögnunin, margföldunin, sinnum spennan inn og mínusinnum mínus gefur pluss spennu út. Þannig að þið eigi að ráða við það. Ef það væru 30 millivoltin, þá ekki 3 volt út. Getur það ekki passað? Það held ég. Sláðu það bara upp í reiknivélinni. Hlutfallið þá, jú. Já. Því að þetta 1 megaohm R2 og 10 kilóohm mótstaða hér. Svo bara skoðið það ef þið fáið svona dæmi að setja þá R2 með rétt gildi og R1 með rétt gildi til þess að fá mögnunina rétta. Það 100 úr þessu, já. 100 sinnum spennan inn í þessu tilfelli á þessum stærðum hérna. Og 1000 til 3000. Það 1 til 3 volt. Já. Þá þetta merki eða þessi litla spenna inn 10 millivolt til 30 millivolt verða þá að 1 volti til 3 volta spennu út. Ok. Þá erum við búin að fara í gegnum það. En nú klukkan 12 og ég held að ég sé búin að fara yfir alla virknina í vélgæslukerfinu sem að við erum með fyrir þetta próf 2. Og ef ekkert fleiri spurningar þá hérna segjum við bara, ég ætla að loka hérna upptökunni og við skoðum hvernig staðan á verkefnum og svoleiðis.